Atmonia að þróa nýja lausn á að búa til ammóníak á algjörlega umhverfisvænan hátt og ammóníak hægt að nýta þá sem til að búa til áburð, nituráburð fyrir matvælaframleiðslu en einnig hægt að nota ammóníakið sem eldsneyti. Á síðustu öld og þá var þessi Haber-Bosch ferli fundið upp og fekk 2 Nóbelsverðlaun og gerði það verkum að fólksfjöldinn hann fór úr 2 milljörðum í 7 á síðustu öld en þetta gríðarlega mengandi ferli og fyrir hvert tonn af ammóníaki sem búið til að þá eru 2 tonn af CO2 sem blásið út í andrúmsloftið og 1% af CO2 mengun jarðarbúa. Þannig að það mjög mikilvægt núna að geta fundið leið, græna leið, sjálfbæra leið til að búa til ammóníak og þessi aðferð sem við erum búin að vera að vinna að hún býr ekki til neitt CO2, það bara nitur úr andrúmsloftinu tekið og hvarfað saman með vatn og notum þá rafgreining, þannig að það hægt að nota þá endurnýjanlega orku frá sólinni eða vindi til að knýja það áfram. Það mjög mikilvægt fyrir sérstaklega fyrirtækið að vera með engaleyfi á þessu til að geta þróa þetta áfram og fengi fjármagn og fá fjárfesta til að koma inn í fyrirtækið og við séum með engaleyfi á þessum efnahvötum sem við höfum verið að finna upp. Það eru komin núna 10 ár síðan við sóttum fyrsta engaleyfið. Við sóttum það hérna á Íslandi fyrst og svo var það yfirfært í alþjóðlega umsókn. Svo bara núna í fyrra þá sóttum við 3 ný engaleyfi á sama degi og þau eru náttúrulega komin mjög stutt í þessu ferli. Við höfum sótt þau til að byrja með á Íslandi áður en þau eru yfirfært út allan heim. Og þá mjög gott að fara í þessa samtalsleit hjá hugverkastofu og þá maður að skoða öll engaleyfi og greinar, sérstaklega engaleyfi sem gætu verið fyrir og svipað eða sama og það mjög mikilvægt til að vita hvort maður að fara út í þennan prósess.